Af hverju eru sum raftæki jarðtengd? Hvað er jarðtenging? Jarðtenging er tenging sem gerir raftækjum kleift að losa sig við stöðurafmagn. Út af núningi á milli rafeinda þegar rafmagn fer í gegnum raftækin, rafmagn er ekkert annað en rafeindir og hreyfingu, þá safnast upp rafeindir hér og þær í raftækjunum og ef þetta eru stórtæki sem taka til sín mikið rafmagn, að þá er þetta slatti og þá þarf að leiða þetta út. Við sjáum það á raftækjum sem eru með svona stóra kló, þau eru með jarðtengingu því að jarðtengingin fer fram þennan kubb hér og það er pinni hérna sem tekur við þessu. Flest raftæki eru með 2 svona pinna hérna, einn fyrir rafmagn inn og hinn út. Og þessi pinni er tengdur við einn vír hérna á bakvið og hinn vírin, pinnin er tengdur við hinn vírin. Ég veit ekkert hvor er tengdur við hvað, það skiptir ekki máli. Þessir pinnar eru einlitir, þessi er blár, þessi er brúnn. Jörðin eða jarðtengingin er tvílitur. Það skiptir ekki öllu máli hvor er hvað hér, ekki þannig, en það skiptir máli hver jarðtengingin er. Því ef ég rugla þessu saman þá fer allt í vitleysu. Þessi vír er tengdur við þessa gaura hér og tengjast hér í og stöðvarafmagn sem safnast upp í tækinu, það fer hér í, eftir vírnum, hér í og eftir vírum, sérvírum sem liggja niður í jörð. Það er misjafnt hvernig það er leyst, stundum er þetta tengt við hitagrindin í húsinu, stundum er þetta tengt hreinlega niður í jörð eða í járnavirki eða eitthvað sem liggur niður í jörð. En svona er stöðvarafmagnið leitt í burtu út úr tækinu, niður í jörðina, þar sem það skapar enga hættu. Því að í raftækjunum getur þetta farið að mynda hita og þess vegna getur kveiknað í og eitthvað skemmst út af þessu stöðvarafmagni. Þannig að það skiptir máli, þarf tækið af jarðtengingu og þá þarf hún að vera í notkun. Ég get ekki sett þetta í samband við til dæmis fjöltengi sem er svo ekki með jarðtengingu áfram. Ég þarf að passa það.